Eyðingu Eldfjallaeyjarinnar, þar sem áhorfendur sjá með einstökum kvikmyndum eld rísa úr hafi og nýtt land verða til. Helga Brekkan og Torgný Nordin annast dagskrárgerð og klippingu og samsetningu sá Steinþór Birgisson og vert er að minnast á að Savanna-tríóið flytur lagið Surtseyjar rímur við texta Sigurðar Þórarinssonar jarðfræðings í þættinum. Daginn var komin ný strönd. Í dögun þann 14. nóvember 1963 fundu sjómenn á bátnum Ísleifi frá Vestmannaeyjum hvernig þeir drógust inn í hringiðu í sjónum. En það var fleira en straumkastið sem kom þeim á óvart. Sjórinn hitnaði og þeir fundu brennisteinsfnykk. Sigurður hringdi snemma í mig og sagði að hún fer að skamma mig fyrir að vekja þið svona snemma, það er eldgos. Katla, sagði ég. Nei, ekki Katla, sagði hann, það er út á sjó. Það var náttúrulega afskaplega gaman og spennandi að sjá eldgos. Það var nýbúið eldgos 1961 sem að varð eiginlega nánast samtímis þegar ég kom heim frá námi og það hafði verið mjög mikil upplifun en núna að sjá gos í sjó það var síst minna. Svo fórum við í flugvél og skoðum þetta og þá var gosið komið upp úr sjó. Það hafði sennilega verið eina 2 daga sem það hafði mallað undir yfirborði sjávar. En núna var það byrjað að koma upp úr en við gátum nú ekki greint að nein eyja hefði myndast þarna á þessum tíma. Það gerði svo aftur nokkru síðar. Ég var náttúrulega eins og aðrir Íslendingar undrandi yfir því að þetta gæti farið að gjósa svona og maður getur ekki satt upp úr þurru. Ég var voðalega hrifinn af að sjá þarna myndun á nýju landi. Ég lét mig ekki detta í hug að það yrði hægt að ganga þarna þurru fótur nokk tíma á þessu rifi því að það gæti alveg verið að þessi eyri skólaðist burtundis. Björn Paulsson är en levande legend på Island. I 25 år har han ambulansflugit runt på ön. Han har landat överallt där det går att landa och på åtskilliga ställen där det inte går att komma ner också. Varje gång har han både kommit upp och ner utan att någonsin ha havererat. Han anses vara en av världens skickligaste piloter och det finns många otroliga historier om honom. Nu låter han montera in speciella filter i motorn för att vulkanaskan inte ska sugas in och sätta stopp för motorn. Sigurður Þórarinsson, geologen, kryper in i planet. Det är inte mer än 20 minuters flygning ut till den nya ön. Halvvägs framme kommer vi in i en snöby, men det lättar igen. Snöbyarna kommer och går. Så just mellan 2 häftiga snöväder så dyker ön upp.
kringvärvd utav rök. Har du flugit så nära ön någon gång förut? Nej, det har jag inte. Är det inte för nära? Är det inte farligt? Nej, det är inte farligt. Vi har så stark vind nu. Det är 35 knots vind. Ja. Så att askan läser från oss. Och stenen kommer inte så långt från vulkanen. Det kan man vara säker på? Ja, det är man säker på. Och nu skär Björn Paulsson snett in över ön med flygplanet. Och samtidigt börjar vulkanen vakna till liv. Kommer ett första prövande. Hur stora är de här stenarna som kommer då? Det är väldiga block. Det är säkert de största som slungas ut. Det kan vara några meter i diameter. Ja. Bomber, lite långsträckta spolformade som snurrar i luften och slår ner med väldigt dunsande. Det står högvattenpelare när de kommer ner. Mm. Men det mesta som faller ner på kratervallarna som rullar ständigt ner så att det ser ut på natten som en enda glöd hela vulkanen. Det skulle jag tro är sådana huvudstora bomber och något större. Kanske för 1,5 meter, eventuellt det största 1 meter i diameter som rullar ner där. Men sen kommer alltid in och in som man ser slungas upp betydligt större. Ännu har vi inte sett någon på så nära håll att vi kunna mäta det. Man tror inte att ön kommer att bestå mer än några månader högst. Lite beroende på hur länge vulkanen sprutar. Och kanske till och med några månader är optimistiskt räknat. För att ön skulle bestå fordras det att lavan inte kommer i kontakt med havsvattnet och spricker sönder innan den sprutar upp. Det kanske kan bli en kärna kvar i mitten när resten av ön har eroderat bort. Men därom kan man ingenting säga förrän vulkanen har slutat. Askan driver iväg miltals. Västmannaöarna ligger bara några mil härifrån och har fått aska över sig i natt och idag. Hela ön är svart. Där har man inget dricksvatten utan samlar regnvatten på taken och dricker. Och förråden är nu fulla av aska. Men medan en del sitter hemma och talar om djävulens spel så har vetenskapsmännen julafton. Sigurd Thorarinsson kommer att gå i land här så fort det går. Það var lengi óljóst að hverju eldvirkni stafaði. Á miðöldum héldu margir að skaparinn hefði ekki lokið verki sínu. Aðrir héldu því fram að í raun og veru væri önnur og myrkari öfl að verki. Í Liber Miraculorum, bók kraftaverkana frá 10. öld, skrifar munkurinn Herbert af Clairvaux í fyrsta sinn eldgos úr hafi við strendur Íslands. Hann skrifar: Það ber að vita að hinn eilífi eldur lifir ekki einungis við rætur fjallsins, heldur einnig á botni hafsins, þar sem eldar sjást oft brjótast út með ógnarkrafti hátt yfir öldurnar. Þá sviðna fiskar og aðrar lifandi verur í sjónum. Hann brennir einnig skip og sjómenn, flýi þeir ekki eins rætt og unnt er. Eldfjallaeyjarnar voru meira en ráðgáta klerkana, þar sköpuðu vanda fyrir skipstjóra og kortagerðamenn. Þekkt dæmi það er frá maí 1783 þegar gaus úr sjó við Reykjanesskaga. Eyjan hlaut nafnið Nýey og var færð inn á kort. Þegar fréttin barst til Kaupmannahafnar, sendi konungurinn flota af stað til að eigna sér eina. Þegar leiðangursmenn komu á staðinn, gátu þeir ómögulega fundið Nýey, eyjan var horfin. Þriðjungur Íslands er virt eldfjallasvæði, af 30 eldstöðum er Hekla þekktust og sú sem vakið hefur mestan ögg. Á miðöldum var Hekla talin vera inngangur að helvíti og því forðaðist fólk fjallið. Hekla hefur ætíð heillað jarðfræðinga vegna þess hve oft hún gís, eins og hér árið 1947. Á myndunum sjáum við hinn þekkta jarðfræðing Sigurð Þórarinsson með rauða húfu. Það var hér við Heklu
sem Sigurður hóf rannsóknir sínar sem lögðu upp grunninn að öskulega kenningu hans aldursgreiningu gosa. Ég blaðamaður og var svo heppin ég næstum einokaði þessi eldgosatsumun og komst eiginlega á fyrsta klukkutíma í þetta gos. Ég náttúrulega svolítið dettumanneskja, svoleiðis ef ég fæ áhuga á einhverju, þá finnst mér alveg nauðsynlegt að segja frá því og fylgja því eftir, og ef maður ætlar að vita eitthvað eldgos, þá það að elta Sigurð. Var nú ekki hægt að gera mikið annað en bara að horfa á þetta og taka því myndir meðan að það ennþá var sprengigos, en þegar eyjan hafði byggst upp og vatn komst ekki að gosrásinni, þá byrjaði hraun að flæða, og þegar hafði myndast á hraunskjöldur og gígur, þá var hægt að fara að lenda í eyjunni og skoða sig Sigurður hafði lengi litið eftir því hvort það væri hægt að komast á land og þóttist svo hafa séð að aldrei færi í gos yfir þessa strönd þarna. En hann auðvitað kom bara einu sinni á dag, og þá fóru þeir á stað, þessir vinir hans, í jöklarannsóknarfélaginu, og það voru þeir sem voru að hjálpa Sigurði Þórarinssyni að komast á land þarna og skipulögðu þessa ferð, þessa tilraun. Þegar við komum að ströndinni, þá var þarna sennilega hiti, svoleiðis að báturinn fór að kantra upp á öldu. En þeir, kallmennir, þeir lögðust á bátinn réttu megin, með þeim afleiðingum að við komumstum í land nokkuð þurrar. Svo kom hinn báturinn og fór að hvolfa, og þá stóðu allir 4 jakarnir upp allir saman og fóru allir í sjóinn og hurfu. Og okkar menn hlupu að reyna að bjarga, en ég pakkaði upp myndavélinni minni sem ég hafði gengið vandlega frá í plastpoka og hljópum á ströndina á meðan og myndaði og hugsaði ekkert þá. Og þegar Sigurður kom rennblautur í land, þá leit hann á mig og sagði: Elín, ef að við förum í svona hættuför aftur, þá verður þú gerð út með kvikmyndavél. Af því, þó við færustum öll, þá þó til kvikmyndaði. Þetta leyti hafði gosið legið niðri í 1, 2, 3 daga, og menn heldur nú allt í lagi að fara og í land. Nema að þá eins og mann vænt að gígurinn fer að spúa. Og við sátum þarna í örvæntingu út í ferjubátnum og áttum allt vona því að sjá fólk aftur. Við rétt náðum að setja upp flaggið og svo bara fór að koma gjóskugos úr 500-600 metra hæð. Og því hlupum á stað, alveg hindi svo flugur þarna á þessari strönd. En fyrst kom svona bombur, grjót eða gjóskubombur. Það var ein sem kom rétt hjá mér sem ég tók part af henni. Og þá héldum við að við gætum séð þær, við þóttustum geta séð þær og vorum að horfa og hlaupa. Svo eftir, í kjölfarið, þá kom askan og þá sá maður ekki glóru og þá var ekkert annað að gera en að anda í vettlingana sína og standa bara. Það stóð til að við værum með tæki og við kölluðum í þetta lab-rab tæki sem var borð.
Svo labbaði einhverjum í stýrishús og þá sáum við öll tækja sem þau átt að fara með og þau lágu inn í stýrishúsi, svo það var ekki auðvitað að ná sambandi við fólkið. En merkilegt nokk að þegar slotaði fyrstu hrinunni, þá sáum við að það var lífið inni og smá saman að þá sáum við að allir höfðu komist af heilir en komið afskaplega krímugaðir gosösku til baka út í ferjubát. Sigurður tapaði ekki einungis myndavél og vasabókum sínum, heldur einnig húfunni. Þegar fréttist af missinum, prjónuðu konur allt land rauðar húfur og sendu honum. Eyjan hélt áfram að byggjast upp og hlaut nafnið Surtsey eftir eldjötninum Surti sem barðist í Ragnarökum. Svo leið þarna veturinn og það hlóðst upp herra og herri Keila og þá fór ég þarna strax út vorið. Við fórum með varðskipi og var í rannsóknarferð þarna á svæðinu og svo fórum við gúmmibát og lentum á þessu eyðiskeri og þá datt mér í hug að þarna væri hægt að rannsaka hvernig að líf legðist að svona algjöru eyði sem var algjörlega náttúrulega lífvannað. Surtsey var eins og veisluborð fyrir jarðfræðinga og aðra vísindamenn. Á sama tíma kom fram ný vísindakenning sem gjörbreytti hinni jarðfræðilegu heimsmynd. Plötukenningin fjallar það að yfirborð jarðar hvílir á hreyfanlegum plötum sem fæðast stöðugt og eyðast. Mitt hlutverk þarna var aðallega það að safna eldfjallagasi úr gígnum og úr hrauninu. En eldfjallagasi afskaplega mikilvægur hluti af gosefnunum, varðandi uppbræðsluefnis á miklu dýp og svo framvegis. Og þau ráða ákveðlega miklu það hvernig gosið hegðar sér. En ein af stóru spurningum í eldfjallafræðinu á þessum tíma var það hver var samsetning þessara gasa, því þetta eru tegundir sem bara rjúka burt leið og hraunið kemur upp á yfirborðið og enginn gat sagt með neinni ákveðinu vissu það hvaða efni þetta voru. En þarna gafst alveg sérstaklega gott tækifæri til þess að ná góðum sýnum að þessu. Og ekki síst vegna þess að efnagreiningatæknin sem að við höfum yfir að ráða og söfnunartæknin á gasinu að hún var mjög góð og það var sérstaklega að þakka kannski efnafræðingi í íslenskum Gunnlaugi Elíssyni sem vann með mér í þessu og eins Bragi Árnason, vetnisbragi og Sveinbjörn Björnsson að allir þessi menn áttu mjög mikið þátt í að vinna að þessum rannsóknum. Jafnvel þótt gos lægju niðri voru vísindamennirnir í stöðugri hættu við rannsóknir sínar. Þessi gassöfnun hún fór nú í gegnum ýmiss konar tilraunir til að byrja með. Við vorum svona að læra á þessa tækni. En einu sinni að þá sáum við að það var afskaplega mikið gasstreymi í litlum gíghólum sem höfðu myndast innan í stærri gígnum. Það var bullað og sauð þarna en við héldum að þetta væri allt í lagi og fórum að safna gasi úr þessu. Við vorum með svona flöskur sem voru vafðar í pappír og alls konar drasl með okkur og stöndum þarna með gasgrímurnar, allir klæddir í úlpur með hetturnar yfir hausnum. En allt í einu verður gríðarleg sprenging í gígnum. Svo þess að hraunstletturnar berast yfir okkur. En það byrjaði á því náttúrulega að allir pappir sem höfðum vafið glertótið inn í að
fór allt í bál, en það sem að var svolítið svona óskemmtilegra var það að hraunsletturnar að þær náttúrulega lentu ekki bara á pappírnum heldur líka á okkur og ég man það að ein sletta, hún kom svona yfir úlpulega og ég hrist hana á mig fljótlega. Þetta var ansi svona, já, dálítið erfitt andartak. Ég kom oft í Surtsey því að maður fylgdi náttúrulega gosinu sem fréttamaður alltaf. Það ógleymanlegt að upplifa það að horfa á land verða til. Þegar þú hefur 1100 gráðu flóð sem kemur í ískalt íshafið, þá kemur óskaplega mikil gufa á þetta allt saman. Það sem að eyjan að reyna að brjótast fyrir tilveru sinni og síðan var þetta maður að fylgjast með þessu. Fyrst hafði alltaf eyjan betur og svo strax og hægt að gjósa, þá byrjaði hafið að hafa betur. Og svo fór það að éta upp eina og hefur verið að því síðan. Já, Surtsey náttúrulega alveg sérstakt fyrirbrigði því að hún hlaut svo mikla athygli og Surtsey hefur hlotið þá frægð að það til dæmis ákveðin fræðiheiti í eldfjallafræðinni sem eru kennd við það. Surtseyan gos, svo má segja. En svona að fylgja svona gosi meðan á því stendur sérstaklega áhugaverð. Heitir Eyjaber úr gumlaminn friðjum, staðsett þessi eyja á Atlantshryggnum miðjum. En þá gerast undur stór á ísaköldu landi og þau mest úfinn sjó, eldi spýr og sandi. Slíkt við geirfuglsker, grúði myrkur. En maður náttúrulega brá geysilega mikið og sérstaklega fór maður að hugsa hvort maður þyrfti að fara frá Vestmannaeyjum, hvort þetta yrði nú eitthvað stærra og meira. En sem betur fyrir var það nú ekki, sko. En vinkona mín, hún var aðflutt eins og maður segir og ég man því hvað þau voru opbóðslega hrædd hennar foreldra. Þau voru miklu hræddari heldur í mínu foreldra sem voru innfædd þarna, sko. Já, þau voru kannski bara hræddari vegna þess að þau vissi í rauninni ekkert hvað það var, ekki það að við vissum það frekar. En svona eyjaskeggjar, við köllum ekki alltaf okkar. Þannig að þetta er svona úr minningunni, þá man ég þetta mjög vel. Surtur hann hljóðnaður. Útgerðarmaðurinn Sveinn Ársalsson úr Vestmannaeyjum tók þessar myndir. Hann starfaði náið með þeim feðgum og kvikmyndagerðamönnum Ósvaldi og Vilhjálmi Knudsen. Þeir og Þorgeir Þorgeirsson kvikmynduðu gosið frá fyrstu stundu. Sveinn Ársalsson lést skömmu eftir að gosinu lauk. Nú, 40 árum síðar, koma kvikmyndir hans fyrst fyrir sjónir almennings. Í 1965 risu 2 eyjar úr hafi kringu Surtsey. Eyjan Syrtlingur, 70 metra há, brotnaði fljótt niður og var horfin í hafið í október 1965. Jólnir hvarf einnig aftur í hafið. Já, ég sá það og fylgdist með þeim og skýrði aðrar þeirra jólnir sem myndaðist á jólum í 1966.
Það voru margir sem höfðu áhuga á rannsóknum í Surtsey. Þegar að ég var byrjar á þessum rannsóknum að þá kom ameríska kjarnorkunefndin inn í spilið að þeir gáðu mér ríflegan styrk til þess að kanna þetta. Þeir voru spenntir að fylgjast með hvernig að líf gat farið að því að leggja undir sig svona gróðurvana eyju eins og hugsanlega eftir kjarnorkusprengingu. Þeir höfðu verið einmitt í Kyrrahafinu að sprengja á eyju sem að þeir eyðilögðu lífið á. Það kennir manni heil ósköp baráttu náttúruaflanna á yfirborði jarðar. Gosið stóð frá 63 til 67 svo að hún fékk nú tíman til að byggja sig upp. Þetta nú hvorki meirinni minna en 1 rúmkílómetri af efni, það er að segja 1000 miljón rúmmetrar af efni sem hlóðst þarna upp. Það var mjög fljótlega sem að Surtseyjarfélagið fékk því framgengt að eyjan yrði friðuð og hún hefur fengið alfriðun. Það er að segja að það er óleyfilegt að fara út í eyjuna nema með sérstöku leyfi. Það komu margir erlendi vísindamenn sem tóku þátt í þessu fyrstu rannsóknir á Surtsey. Bæði bandarískur örverufræðingar, flettufræðingur, svo var sænskur skordýrafræðingur, Karl Lindroth sem kom og rannsakaði fyrstu skordýrin sem barst til eyjarinnar. Við fundum þarna eina flugu, það var svona fyrsta sem lífsvott sem við sáum. Þetta var nú alveg náttfiðrildi sem við fundum þarna og það hefur sennilega bara borist að meginlandinu eða jafnvel suðlægari stöðum eins og fyrir þetta gera stundum. En svo fann ég þarna fræ sem hafði rekið og ég safnaði þessum fræjum, tók þau heim með mér og létti spíra sem var svona fyrsta sönnu þess að fræ gat borist þarna af sjó og það var spírunarhæft. Í náttúrunni innbyggð andstæða við tómarúm, það verður að fyllast. Þegar svæði breytist eftir hopun jökla eða eftir bruna koma nýja tegundir og breiðast út. En sú þróun sem á sér stað í Surtsey frumþróun lífs. Við ætluðum að reyna að sýna fram á að farfuglar sem koma frá meginlandi Evrópu að þeir gætu borið fræ hingað til Íslands. Það vildi svo merkilega til að snjótittlingar, grænlenskrar ættar, hafa vetursetu í Bretlandi og áðu í Surtsey. Í sarpi þessara snjótittlinga var fræ, var heilmikið af fræi. Síðan gerðu steinafræðingar athugun á steinasalla sem var
í fóarninu með fræinu, því að fuglar þeir tína upp steina einmitt til þess að geta hæglega mulið fræið, og þessar steindir sem að voru þarna með í fóarninu voru ekki íslenskra ættar, heldur höfðu fuglinn tínt þessa steina upp á skosku heiðunum, og þetta sannaði það að fræið hafði líka verið tínt á Skotlandi. Að snjótillingurinn var svona með stimpil í passanum. Fyrsta blómið var blálilja sem fannst sumarið 1965 en hvarf undir ösku. Nýjar liljur bárust fljótt út í eina. Græni liturinn á Surtsey kemur frá fjöruarfanum. Þegar fyrstu þúfurnar skutu upp kollinum settu líffræðingar niður stikur, þúfunum fjölgaði hratt og nú svo komið að breiðurnar eru farnar að vaxa saman og menn hættir að stinga niður stikum. Það engin mosi komin í þetta ennþá. Það er sennilega út af því að þetta er bara ungt samfélag ennþá. Það tekur svo lítið tíma, kannski 10-15 ár fyrir hann að koma inn. Og svo er líka mjög mikið af áburði hérna frá fuglunum og honum líka það ekki of vel. En það má búast við því að það komi mosi í þetta graslendi svona þegar framlíða stundir. Svo er hérna aðeins vottur af serastíum. Það er nú ekki mikið, það eru 5%. Þá er bara hvort það er varpa sig í græs. Nei, það er ekki verið. Við erum nú búin að koma okkur aðferð sem að við erum orðnir vanir, þannig að við leggjum álbandið yfir gróðurinn og svo leggjum við saman sem sagt heildarlengd sem hver tegund tekur á bilinu og þannig finnum við þetta út og við mælum þetta náttúrulega ekki alveg mjög sentimeter fyrir sentimeter heldur svona áætlum þetta grófum dráttum en við fáum samt ansi góða mynd af þessu og breytingum milli ára. En hvers vegna komu þau hingað? Flugur, köngulær, fuglar, selir og grös. Af hverju að hætta lífinu á hrjóstrugri Eldfjallaeyju? Så småningom kommer den troligtvis att bli grön, men det tar ganska lång tid. Och i den utvecklingen så är fåglarna väldigt viktiga. De koloniserade börjar lägga sin ägg på ett visst område och sedan sprider de ut sig på ön och liksom tar nya områden där de gödslar och påverkar vegetationen där den ökar. Och så småningom kommer den troligtvis att bli grön. Men samtidigt minskar ön på grund av erosion från havet, vind och vatten. Så att den blir grön och samtidigt minskar den. Surtsey er orðin 40 ára, rof og uppblástur hefur tekið meira en þriðjung af Surtsey. Að lokum mun aðeins harður kjarninn standa eftir. Þá er Surtsey orðin að bjargi fyrir fugla hafsins. Eini gróður hennar nokkur grös á toppnum. Ég var nú skáti þegar ég var ungur strákur og svona eitt af verkefnum var að leita að földum hlutum og manni fannst maður vera svona að finna einhverjar sjóraringja, gull og gersemar
En þegar maður kemur til Surtsey þá hefur maður svona svipaða tilfinningu að maður er að leita og finnur alltaf eitthvað nýtt í hvers skipti sem maður kemur til eyjarinnar. Þessi eyja sko, hún er þannig töfra eyja að maður kemur þarna og maður leitar að nýri plöntum, maður finnur nýtt hreiður, nýja fuglategund og maður finnur þarna nýjum skordýr og það er alltaf eitthvað nýtt og merkilegt sem maður sér þarna. Suðurdjúp, suðvestan 10 til 15 skúrir, en lægir í nótt vestan til, vestlæg 3 til 8 og rigning í fyrramálið, en norðvestan 10 til 15. Í framtíðinni mun Surtsey, eins og margar aðrar eyjar Vestmannaeyja, hverfa í djúpið og sameinast hinum slokknuðu eldfjöllum á botni Atlantshafsins. Það er náttúrulega ævintýralegt að búa landið þar sem að maður sér svona náttúruöflin að starfi. Maður sér land verða til og brotna niður. Þetta var náttúrulega óskapatt svona í gegnum tíðina, svoleiðis að ég hef alltaf metið þessa rannsókn meira heldur margt annað sem ég hef gert. Þeir sem að verða gamlir, þeir hrörna og það er ekkert einsdæmi fyrir Surtsey. Þetta eldist eins og hvað annað, þetta ævintýrið.